Páll Gíslason, Palli, 3-0 tap fyrir FH. Við byrjuðum nú samt leikinn býsna vel og heldum bara nokkuð vel þar til fengum okkar fyrsta markið. Þetta var nú kannski full stór sigur með gang leiksins, hvað finnst þér? Já, þessu finnst mér 3-0 tap allt og stórt. Við spilum fannst mér miklu betur í fyrri hálfleik heldur en við gerðum í síðasta leik og það er jákvætt en svo fáum okkur mark, fyrsta markið og þá komst pínu örvænting í okkur og svo kom annað í kjölfari þannig að vissulega 3-0 tap gefur kannski ekki alveg rétt að mynda leiknum en við fengum færi til að skora í fyrri hálfleik sérstaklega en það voru nú ekki mörg í seinni þannig í stöðunni 0-0 eða ver markmaður frábærlega þannig að kannski hefði niðurstaðan önnur ef við komist yfir 1-0 en þetta er bara harður veðurleikinn í þessari deild og okkur refsa fyrir að nýta ekki okkar færi og mistök þannig að það er það sem við erum að horfast í augu. Og þá sko án þess að vera neitt að taka neitt frá FH þá var það nú eiginlega bara það sem að skildi á milli þar að þeir kláruðu sín færi. Já, eitthvað lið á Íslandi gott að refsa þá er það FH-lið og marga annarlega fyrir sína krossa og er með marga menn í bóksinu þannig að það var ekkert sem kom okkur óvart að þeir væru hættulegir fram á við en við heldum þetta svona ágætlega út í fyrri hálfleik og áttum held ég hálfleik að færa þeir ef ekki betri en meðan við náum ekki að skora þá var alltaf hættan á okkur sér refsa okkur var refsa grimmilega og 3-0 tap er staðreynd 7 mörk í 2 leikjum það er rúmlega meir en hálfur hellingur og mikið En getur við sagt að það sé einhver baktamerki frá leiknum á móti Breiðablik? Svona ef við lítum í eigin barm? Já, eins og ég sagði áðan þá fannst mér fyrri hálfleikurinn vera bara jafnvægi, það var ég held að það vera jafn leikur fyrri hálfleik og við fengum fín færi og gáum fá færi á okkur og vorum staðráðnir í því hálfleik að ná þessum stigum sem var í boði en fyrsta marki fjall þeirra megin og svo 2 í kjölfarið þannig að 3-0 tap lítur ekki vel út og við áttum okkur því. Og nú er bara náttúrulega týna það jákvæð út 2 leiknum og fara með inn í næsta leik? Já, við hefum ekkert rosalega langan tíma til að sleikja sárin og við hefum leik á 5. daginn á Káravelli og við þurfum að finna einhver leið til að stoppa í þessu gött svo fáum ekki svona mikið að mörkum á okkur og það er sannarlega ærið verkefni. Palli, ég trúi okkur að þið gerir það og bara gangi vel á 5. daginn. Já, takk fyrir það.